mér yfirleitt á því að hanna mynstur sem svona einhvern nátt tengd okkar fagurfræði, svona norrænar hefðir í mynsturgerð sem svona kannski tengjast bæði prjóni og útsaumi. Að þessu sinni þá vissi ég nú alveg að það væri svona ákveðið til dæmis litaþema í Mottumars, þannig að við vorum að vinna með fánalitina og ég byrjaði á því að teikna mynstur og í svona þessum optíska hvíta lit og skærblá og skærrauða. Byrja alltaf á því að prjóna í höndunum mynstri sem ég geri. Þau eru náttúrulega í allt öðrum stærðarskala og í allt öðrum litum, allt öðru efni. En svona eiginlega vinn ég allar mínar pröfur. Og það sem skiptir miklu máli líka þegar maður gerir svona mynstur fyrir mig. Og það er að bilið sem er á milli mynsturhreyfinganna, það býr til mynstur líka. Svona andrými á milli mynsturhreyfinganna. Þessu sinni, það var svona leynt hjarta í þessu mynstri sem að skiptir mig miklu máli. Ef ekki bara leyfa fólki að finna hjarta í sokkunum. Allt sem við gerum hjá okkar fyrirtæki, þá er svona aðeins í meira melankóliu tónum. Þannig ég lét gera 3 sýningshorn. Svo gerði ég svona smá skoðanakönnun meðal fólk sem ég treysti. Þá voru allir á því einu máli að flestir myndu helst vilja vera í þessum dekstursokkum. Þannig að ég bar þetta undir fólki framhaldsfélaginu og ég var ótrúlega glöð að þau bara samþykktu þetta, sem ég átti kannski ekkert endilega von á. Og nú er ég bara frekar ánægð með þessu útkomu. Sokkar sem ég myndi bara verið sjálf og það er svolítið mikið atriði fyrir mig.